Komið sæl og verið velkomin í grænvarpið hlaðvarp Landsvirkjunar. Hingað til mín kominn Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur og prófessor við jarðvísindadeild Háskóla Íslands. Og hann hefur einnig verið var formaður Jöklarannsóknafélags Íslands í 24 ár, eða frá 1998 til 2022. Og hann ætlar að segja okkur aðeins frá því félagi og samstarfi Landsvirkjunar og þess og hann okkur að góðu kunnur fyrir yfirbura þekkingu sína á óróa í iðrum jarðar og jarðeðlisfræði og vertu velkominn, Magnús. Já, þakka þér fyrir. Til að byrja með svona kannski að við byrjum á byrjunni, hvernig fékkstu áhuga á jarðeðlisfræði og þessum málum öllum saman? Hvernig háttaði því til? Já, áhugi nú svona á jörðinu og jarðvísindum, myndi ég segja. Já. En ég náttúrulega gaman að stærðfræði og eðlisfræði og gekk vel í því, þannig að ég fór í jarðeðlisfræði. Já. Og nú, af hverju hef ég áhuga á þessu? Þegar ég var strákur, þá voru í fjölskyldunni móðurbræður mínir tveir, Jens Tómasson og Haukur Tómasson, unnu báðir á Orkustofnun og þeir voru stundarannsóknir. Hann í jarðhita og hinn varðandi vatnsafl. Svo var ég svo heppinn að ég hafði svo góða kennara í bæði jarðfræði og sérstaklega eðlisfræði í menntaskóla, í MS, að ég hallaðist að eðlisfræði, jarðeðlisfræði og fór í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands og síðan í doktorsnám í London, University College London. Og þar fór ég að vinna doktorsverkefni sem að ég svona svolítið sjálfur og það var að rannsaka innri gerð Grímsvatna. Já. Og þá var ég í sumarvinnu á Orkustofnun þessi sumur en fór svo að vinna sem í sumarvinnu hjá Helga Björnssyni, jöklafræðingi. Og hann var svona minn mentor þarna áður ég fór í framhaldsnámið. Það var þannig 1980 þá fer Landsvirkjun að vinna með Helga Björnssyni að kortleggja jöklana og mæla jöklana með ísjá og þetta feiki stórt verkefni og Landsvirkjun lagði til svona bróðurpartin af því að það yrði. Og ég svona fekk þá hugmynd þegar ég var komin þarna í framhaldsnámið að það væri nú að gera fleiri mælingar, þyngdarmælingar og segulmælingar. Fyrsta partur doktorsverkefnis míns var að búa til endurkastsmælingu þar sem við sæjum bæði endurkasti frá botni í setlunar og svo botninum undir, botnin vatnsins undir. Þetta gekk glimrandi vel þarna 1987. Svo gerði mælingar þarna, þyngdarmælingar í Grímsvötnum og segulmælingar og kortleguðum þetta og þetta gekk nú bara þokkarlega. Og þetta var mitt doktorsverkefni og jöklarnir, gos í jöklum og slíkt var alltaf svona mitt ég fekk svo mikið áhuga á þessu þegar ég var að vinna í doktorsverkefninu. Ég vonaðist til að sjá eitthvað svona meðan ég væri starfandi. En þá hafði ekkert slíkt gos, svo heiti ekki gat sérst síðan 1938 í 50 ár. Og það kom lítið gos í Grímsvötnum 1983. Og ég vonaðist til að sjá svona meðan ég væri starfandi. Svo gerist það 1996 að fer að stað þetta stóra gos, Kjálfargosið, sem verður að heimsviðburði þegar safnast vatn undir Grímsvötnum að muni koma þetta gríðrætt hlaup og það var beðið til því í 5 vikur og ýmsir svona taldi að við varum að segja tóma vitleysu. Það væri ekkert svona. Og svo kom hlaupið og það tók af brúna, stórskemmdi veginn tók af brúna á Gígjukvísl og stórskemmdi brúna á Skeiðar á hana. Og svo kom bara hvert gosið á fætur öðru. Það kom gos í Grímsvötnum 1998. Það kom mikil órói í Mýrdalsjökli, ekki eldgos 1999, fara að staði í vöktun þar. Svo kom gos í Grímsvötnum 2004 og svo kom gos í Eyjafjallajökli 2010 og í Grímsvötnum 2011 og svo komið smá gos í tengslum við gosið í Holuhrauni 2014 undir jöklinum. Þannig að á innan við 20 ára tímabili bara var maður vitni að 6 gosum og gat nælt þetta og lærði aðferð að nota
nota mælingar og flugvél. Þannig að það sem ég vonaðist til að verða vitni af einhver tíma minni starfsævi, fengum 6 atburði á 20 árum. Og námið þitt var vel tímasett. Já, ef ég segi ég hef verið á réttum tíma fyrir þetta, en síðan var samtímis þessum mælingum í Grímsvötnum þá byrjaði að fara ferðir með Jöklarannsóknarfélaginu sem að ég gekk nú í, ég var 17 ára, en byrjaði að fara ferðir 1987 og svo fór ég í allar vorferðir og byrjaði að vera farastjóri í þeim ferðum 93 og alltaf fram til 21, svona meira og minna, og var svo formaður þess félags og var það í 24 ár en núna ný kynslóð tekin við sem var mjög kominn tíma og stendur sig mjög vel. Ég er mjög sáttur við að það skuli hafa tekið svona vel til og það er ótrúlega góð tilfinning að sjá hlutina ganga áfram og finnast maður, sér að maður, það er ekki þörf, maður er ekki ómissandi og mjög fjarði. Þannig að Andri Gunnarsson sem að vinnur hjá okkur í Landsvirkjun, hann er orðinn formaður núna og en hann er leyfilegt að hringja í þig, er það ekki á svona þegar mikið liggur við? Við Andri þekkjumst vel og við erum góðu sambandi og ræðum málin þegar að þess þarf og ég og það er bara mjög góður skikkur á Jöklarannsóknarfélaginu núna. Og Landsvirkjun, það var nú hérna þegar ég var byrjað að vinna með Helga Björnssyni áður en ég fór í framhaldsnámið og fyrsta leiðangurinn 1986 vorið, þá voru landmælingar á Túnarjökli og þar kynntist ég Hannesi Haraldsyni sem var þar sem mælingamaður og mælingamaður hérna á Landsvirkjun og hann hafði tekið við var sá snjóbílana og byrjaði að fara ferðir með Jöklarannsóknarfélaginu 1976 þegar samstarf Landsvirkjunar og Jöklarannsóknarfélagsins hefst og nú Hannes var svo lykilmaður í þessu alveg þangað til hann lét af störfum vegna aldurs. Það er eiginlega tvennt sem er mjög stórt í þessu framlagi Landsvirkjunar sem snýr að jöklunum. Annars vegar það samstarf sem hófst milli Jöklarannsóknarfélagsins og Landsvirkjunar 1976 og þá fer Landsvirkjun að leggja til snjóbíla í ferðir og þetta skipti mjög miklu máli og eldi mjög þessar rannsóknarferðir og síðan þegar að Landsvirkjun fer, það er 1980 þegar það fer að kosta mælingar á botni jöklana og það verkefni hefur stóð í yfir 20 ár og það var mældur mestallur Vatnajökull, vegagerðin og fleiri aðilar komið að sumum þáttum í þessu en Landsvirkjun að langmestu leyti og þar með fyrst kom botn af íslensku jöklunum sem skiptir höfuðmál til að skilja hvernig þeir virka, hvar eru vatnasvið, hvaðan kemur vatnið sem fer í lónin og drífur virkjanirnar, hvaða breytingar geta orðið sem geta breytt því, það er algjör grundvallaratriði og Jöklarannsóknarfélagið og þetta samstarf Jöklarannsóknarfélagsins og Landsvirkjunar held ég hafi verið mjög gagnlegt vegna þess að Jöklarannsóknarfélagið er fyrst og fremst sjálfboðaliða félag og þar eru þá fólk sem áhugasamt fólk sem kemur, leggur til sína vinnu og við að koma hlutum áfram, halda tækjum gangandi og svo framvegis og byggja skála og halda þeim við. Það er bara hugsjónir og áhugi sem drífur fólk áfram. Já, þetta er náttúrulega, þetta er vera upp á jökli, vera upp á Vatnajökli og jöklum sér heimur út af sig. Fyrsta húsið á jöklinu var nú í 1951 í Esjufjöllum og svo Grímsfjalli 1957
og síðan verður gríðarlega breyting 87 þegar stóri skálinn settur þar upp Já. og þá eru það 2 snjóbílar frá Landsvirkjun sem draga það hús frá Jökulheimum Já. og þannig að þetta hefur einstaklega, myndi ég segja, gjöfult samstarf Já. sem að hefur verið gagnlegt fyrir báða aðila og ég held að það hafi verið gríðarlega mikilvægt að Landsvirkjun nálgaðist þetta frá upphafi með dálítið svona langtíma sjónarmið. Já. Ekki á grundvelli bara einhvers tiltekisverkefni sem á að gera núna, heldur að horfa á það hvernig höfum við þessi mál í eins góðu lagi eins og hægt að hafa þau, hvað getum við lagt til og það hefur þýtt það að jöklaransóknir í blóma á Íslandi, þekking á íslenskum jöklum mjög góð og það er aðstaða fyrir fólk að fara inn á jöklunum. Já. Til dæmis að vinna á Vatnajökli, þá húsin á Grímsfjalli gríðarlega mikilvæg. Það er mjög góð aðstaða og að vera síðan 87. Já. Og ég hef sjálfur eitt meira en ári á mínu lífi þar upp frá. Já. Og þetta hefði ekki verið hægt að koma þessum hlutum í það horf sem þeir eru öðru vísin að eiga svona öflugan bakhjarl en Landsvirkjun. En eitthvað fær nú Landsvirkjun á móti? Já. Hvað í hverju felst þau verðmæti? Já, sko, það er náttúrulega miklir hagsmunir fyrir Landsvirkjun sem að rekur virkjanir á hálendinu og þá er það vatnið sem kemur að miklu leyti úr Vatnajökli og Sjökli og þá skiptir gríðarlega miklu máli að vita hver þróunin er á þessum jöklum og hver líklega þróunin verður næstu árin og áratugi. Og það verður ekki gert nema því að rannsaka jöklana og það hefur verið núna síðan 1992 hefur skipulega bæld afkoma jöklana. Það er Landsvirkjun sem hefur lagt til kosta þær rannsóknir. Það ferða voru og svo hausti eftir. Já, og þá er mælt hversu mikið snjóaði við veturinn, sett stikur inn og það eru síðan mælt, síðan farið haustið og mælt hversu mikið hefur bráðnað og með þessu fæst mjög góð mynd af jöklunum. Já. Og hún er svo stór, hún er svo partur af því að skipuleggja hver eru horfurnar með vatn í áfnar sem að knýja virkjanirnar næstu árin og áratugi. Já. Og þetta, þannig að þetta er held ég gríðarlega hagnýtt á alla kanta en hefur líka nýst mjög vel við að byggja upp góðar hefðir að standa að öflugum og fjölbreyttum rannsóknum þar sem er nýttir kraftar fólk sem að hefur áhuga á þessu og þekkingu. Mikilvægasta fólkið á jöklaferðum er fólk sem kann að gera við hluti og þar eru svona hefur gaman að góðu basli eins og það stendur. Þannig að það er ekki nóg bara að vera vísindamaður og svona grúskari. Man þarf að hafa aðra svona hæfileika til að geta stundað jöklaransóknir. Með fullri virðingu fyrir okkur vísindamönnum þá er það nú með fæst okkar að við höfum svona kunnáttuna og getuna til að sjóða saman bíl sem að hefur skemmst eða laga hluti, laga tæki og þannig að þetta að rannsóknarferðir og jökla kalla á mjög fjölþætta þekkingu og það þarf að vera hægt að gera mælingarnar og til þess að það gangi þarf að tækin að vera í lagi, faratækin þurfa að vera í lagi og fólk þarf að vita hvað er að gera og það kallar semst á mjög fjölþætta þekkingu. Það kallar á það að þessi fólk sem kann að gera við hluti, ræður við, kann að keyra og
svona sigla jökulinn Já. í vondum veðrum og svo framvegis og hafa þekking og vita hvenar er ekki skynsamlegt að vera á ferðinni, hvenar á að bíða sér veðrið og svo framvegis. Þetta er svona svolítið einstakt samstarf, er það ekki, í heiminum, vísindafólks og áhugafólks og almennings í raun og veru? Ég held að það sé mjög, það er mjög sérstætt, en ég held svona ef við horfum á Ísland í heild sinni, þá fungerum við mjög mikið, þó sé við að rífast alls konar hluti, þá fungerum við mjög mikið á samvinnu og samstöðu. Björgunarsveitirnar okkar, ef við hugsum það, að þær við mjög öfluga björgunarsveitir og þær sinna hlutverkum sem að það er mikið áhuga á fólk og annað, það sinna hlutverkum sem að kannski væri mjög dýrt að sinna ef að þetta væri allt hættulegur fólk og það er á þessum forsendum sem að við náum að svona árangri í okkar harðbýla landi sem oft er svona björgunarsveitir sjálfboðaliða eru ekkit einsdæmi, þær finnast sko aðalega á afskiptum stöðum Norður Skotlandi og ýmsum svona stöðum, þar er svona, en eins og við vitum að þetta er mjög rótgróið á Íslandi og skiptir mjög miklu máli til að láta hlutina ganga upp og við höfum engan her til þess að kalla út, en við höfum her á fólki sem er tilbúið að hlaupa til þegar með þarf og á þessu svona fungerum við að verulegu leyti og þetta eru svona gæði sem ég held að við verðum að vera vakandi fyrir þó við séum að rífast alls konar hluti þá er þessi samstaða sem skiptir svo miklu máli þegar það reynir. En svona kannski í stuttu máli að þú setur þig svona í spor jarðvísinda fólks þegar Jarðrannsóknarfélagið var stofnað árið 1950, hvað hafið þið lært á þessum tíma? Svona helst? Ef við ætlum að bera saman það sem að vita 1950 og í dag, þá er það bara heiminn og haf þar í milli. Menn skildu ekki hvernig Grímsvötn virkuðu 1950. Það er Sigurður Þórarinsson sem er 1950, 52-53, þá gefur hún grein þar sem hann segir það er ekki eldgosin sem að búa til jökulhlaupin. Það eru jökulhlaupin sem hleypa af stað eldgosunum. Því að þá sígur vatnið og þá minnkar þrýstingurinn og þá er eins og tekinn sér tapp í flösku og þá koma gos. Það er svona eitt. Svo var þekking á því hversu mikið snjóaði á jöklana og hvernig þeir þróast og hvernig botnin undir þeim var ekki til, sko. Mjög lítið. Og nú er þetta allt breytt. Núna vitum við hvernig þetta er allt saman. Það var ekki vitað á þeim tíma að þetta væri öskjur eins og askja í Dyngjufjöllum. Svo að til dæmis Bárðarbunga, hún er mjög stór askja, 800 metra djúp, þykkur jökull þarna. Grímsvötn eru svona önnur svona askja. Katla það er mjög stór askja einmitt og öll þessi stóru eldfjöll okkar sem eru miklu stærri en nokkuð sem erum sjá Reykjanesskaganum í dag búa til þessi stærstu eldgos Skaftáreldar, það hraun er kvika sem að skaust undan Grímsvötnum, gaust þar upp og sigu Grímsvötn. Nokkur svona tilvik varðandi Bárðarbungu líka og Eldgjárgosið 939 eða fermbil. Það er svo líka þar og safnast gríðarlega stórt kvikuhólf undir Kötlu sem síðan seig og þá skaust þetta fram og gaus í því gosi og allt var þetta fólki fullkomlega hulið á þessum tíma. Eðlilega því að rannsóknir voru ekkert hafnar sem heitir gat. En hvernig sérðu svona fyrir starfsemi Jöklarannsóknarfélagsins á næstu árum? Þetta er náttúrulega alveg mikilvægt fyrir okkur, bara þjóðina og hefur verið hingað til.
Já, sko, jöklar spila nú eiginlega meiri rullu á Íslandi en í nokkru öðru landi. Ef við horfum á bara hér á Íslandi 10% landsins hulið jökli. Já. Það er ekkert annað land sem er þannig, Grænland, ok. Það er alltaf alveg sér á báti, en það er svona öðruvísi. Og það skipti gríðarlega miklu máli fyrir til dæmis vatnsbúskapinn og hefur björn með heilmikil áhrif á hvernig Ísland svona er. Það hylur sum öflugustu eldfjöllin og jökulhlaup eru áhætta sem sem þarf að taka mjög alvarlega á Íslandi en er ekki endilega sem hefur ekki mikið að segja yfirleitt annars staðar. Þannig að þetta er ekki að fara neitt. Nei. Og nú ef að jöklarnir hörfa og þynnast og hverfa þá gætu sum eldfjöllin farið úr jafnvægi vegna þess að það er búið að minnka á þau þrýstingu. Rifna við. Það gæti haft áhrif þannig. Ekki endilega ekki eins stór eins og var í ísaldarlokin þegar það urðu mjög stór eldgos vegna þess að það líkaði svo mikið þrýstingurinn á landið. En í meginatriðum þá er mjög mikilvægt að fylgjast vel með jöklum landsins. Núna er bæði út á náttúruvá og svo hreinlega bara til þess að vita hvaða skynsamlegar ákvarðanir hvað eru skynsamlegar ákvarðanir varðandi rekstur virkjana og alls konar svoleiðis. Og það er verið að gera þetta. Og nú, svo er þetta náttúrulega má búast við að þetta verði nú jöklarnir verður staður sem að ferða fólk svona með þann áhuga leitar meira í og við sem verðum að sjá það er að aukast og þannig að jöklarrannsóknir og starfi kringum það að þó að jöklarnir séu mjög að hörfa við búum á miklum breytingatímum og innan loftslagsbreytinga og þá mun það starf halda áfram og ég vona að bara svona svo virðis auki sem kemur að því að fólk sé að gera hluti ánægjunar vegna og að eins og til dæmis gert í Jöklarrannsóknarfélaginu það eru fylgst með sporðum tauga jökla land og búið að gera síðan í bráðum öld, heila öld að þessi andi lifi áfram og miðað við þann svona anda sem í Jöklarrannsóknarfélaginu og svo kynslóð sem nú hefur tekið við þá finnst mér framtíðin vera mjög björt og hvað þetta varðar og þetta svona partur af við getum sagt að það ekkert Jöklarrannsóknarfélag í Belgíu til dæmis ég vona að ég hafi rétt fyrir mér það allavega engir belgískir jöklar við erum á Íslandi, það eru íslenskir jöklar lítið samfélag en þetta líka töfrandi heimur og alltaf fólki sem mjög gaman að þessu og með því að leggja svona saman að þá fáum við svo mikið út. Þetta er einn af því sem talist verulegur styrkur íslensks samfélags. Þetta er svona þeirri samstöðu sem við höfum þegar á reynir. Einmitt. Þá held ég að þetta sé orðið bara fínt hjá okkur og ég þakka þér bara kærlega fyrir komuna Magnús og við sjáumst í næsta þætti af Grænvarpinu. Takk fyrir.